Já, góða kvöldið, góður áhorfendur, verið velkomin í Egilshöll. Hér eftir 1 mínútu og 20 sekúndur cirka munu eigast hér við Skautafélag Reykjavíkur og heimamenn Fjölnir. Í hersteld kalla, já, þetta er rétt, þetta er hersteldarleikur. Og hér er fólk að tínast í stúkuna, liðin að koma sér fyrir á bekknum. Þessi lið hafa, þau hafa mætt nokkru sinnum í vetur. Þetta fer svona að vera með þeim síðustu leikjum sem þessi lið mætast. En þessi leikir hafa verið spennandi, svona það sem hefur verið að vetri. Með þess að fyrsti leikur deildrana var á milli þessara liða, fór 3-2 í framlíkingu, sigur Fjölnis. SR vann þá næsta leik 1 í framlíkingu, 5-4. SR vann svo Fjölni með 10 marka mun, hvorki meira minna þetta var í október, lok október. Leikurinn fór 12-2. Það var nú bara óheyrðar tölur svona í nútíma íslensku íshokkí. En þar fyrir utan hafa þessi leikir verið nokkuð jafnir og spennandi. Það verður skarð fyrir skildi hjá Fjölni að þeir eru búin að missa 2 leikmenn, erlenda leikmenn í leikbönn og eru því án, þeir heita Liridon Duplico og Martin Svoboda. Þeir verða ekki með í kvöld. En hvað sem því líður, það verður líka einhverjir veikir og eða meiddir í liði Skautafélags Reykjavíkur. En við ætlum ekkert að velta okkur neitt sérstaklega mikið upp á því akkur núna. Við ætlum bara að fylgjast með leiknum hérna. Og já, ég heiti Helgi Páll Þórðarson og mun lýsa því sem fyrir augu ber. Þriðjudags hokkíleikur í borginni. Alltaf skemmtilegt. Og eins og ég sagði áðan, fólk tínist í stúkuna svona yfirleitt þegar svona líður á leikinn. Fólk að klára graðga í sig kvöldmatinn og skella sér í höllina. Dómarar kvöldsins Óli Þór Gunnarsson, Ingólfur Elíasson og Vilhelm Már Bjarnason á línunni. Toppmenn, svona eins og alltaf. Þessi 2 lið eru að svolítið að keppast en þann möguleika að ef ég skil rétt hérna, nú ætlum ég að bara kalla hér upp stigatöfluna. Það munar ekki mjög miklu á SR og Fjölni. Það er 4 stiga munur þarna og fáir leikir eftir í dagskráni. Þannig að það fyrir hver leikur að skipta máli fyrir Fjölni að reyna að ná sigri hérna í kvöld. En hér eru komin að stað Þorgils hérna
kemur hendur, sendir hérna á miðuna á hann Axel Orangan og það svona venjusangant byrjar hérna mikið aksjón og það skot sýnist hann Þórir hérna vera að standa í ströngu í markinu bara strax hér á fyrstu sekúndunum. Og hér uppkastið vinna Fjölnismenn. Og hér Andri Helgason sýnist mér með pökkinn, kemur undan marki. Sendir hérna yfir á Hilmar sem hérna siglir inn. Hann kominn inn. Sendir hérna fyrir, fín fyrirgjöf þarna. Hefði verið hægt að gera aðeins betur þarna og ná skot á markið. En þeir koma hér tilbaka styrkanir. Ólafur Hrafn lendir hérna í smá darradans í hóðinu. Ekki nógu góð sending á Kára Arnarsinni. Upp á hann Markus línufélaga sinn. En styrkanir henni ítatækja væri hér og fara í létta skiptingu og endurstilla spilið. Fjölnismenn pressa stíft. Styrkandir kasta pekkinum út. Jón Albert sendur pekkina niður á Martin Semanek. Hann fær hann tilbaka. Hann lendir í höndunum á Emil Olegård sem með fína sendingu upp á blálínuna. Þeir ná ekki að gera mat úr þessu. Styrkandir. Martin yfir á Emil. Emil hér léttleikandi framjá. Reynir hérna bakanda sendingu Emil. Hann lendir hérna í pressunni hjá S-sendingum. Martin Semanek yfir á Jón Albert hér. Jón Albert ber hann inn. Eltir hann niður til Ómar Söndrursson hérna með pökkinn í horninu. Og þeir fara hérna í að grafa pökkinn upp. Hvað kemur út af því? Jó, það Fjölnismenn sem kemur út af því. Þetta var að mér sýndist Kyle McCann. Getur það verið? Nei, þetta var Drew Jacob Barron. Viktor reynir hérna skot en lendir í löpunum á Ómari Söndrurssoni sem tekur hann yfir rauðlínuna og hendir pekkinu bara á markið. Skutlast til skiptingu. Fjölnismenn hérna ná að stilla hérna Viktor. Sending á kantinn, heldur ónákvæm. Jájá, ég hérna skot á markið. En pökkun laus eða hvað? Nei, Óli Þór segir hann sé ekki laus, stoppar spilið. Ég sýnist mér já, hver svo sem þetta númer? Þetta hafi verið hann Ævar Arngrímsson hann fá tiltal frá Óla Þór. Það Fjölnismenn sem vinnur uppköstin. Og hann var Viktor Mosesek sem sendir pökkinn enda tilbaka. Andri Helga hér er að koma pekkinum út en gengur eitthvað hálfbröðsulega. Jóhann var pekkinum yfir á Andra. Koma pekkinum með þetta á hliðina. Þar var Kolbeinn Sveinarsson, númer 17. Þorgil sína að stoppa leikinn aðeins bakveiðin. Skilur pökkinn eftir fyrir Filip Krasak sem stöðvaður hérna eiginlega bara í fæðingun og sókninni. Andri skýtur bara pekkinum í línumanninn. Já, pökkunum voru bara út af líka. Og við fáum uppkast hér fyrir utan varnarsvæði Fjölnis. Og það Fjölnir sem að vinna uppkastin hér í kvöld. Allavega hérna í þessari lótu.
Simonek yfir á Jón Albert. Jón Albert nær að taka pökkinn með sér hérna. Horfir hinn minn mér og þar nummer 84 hann Hector Rolfsson. Ágæti sending hérna upp á blá línuna. Þeir segja enga þrýsting og þetta dómararnir. Simonek yfir á Emil. Emil hendi pökkinn og bara niður í horn. Hörku barðum pökkinn hérna. Þá koma Esteiringar hér á siglingunni. Óli Hrafn stoppaður hérna rétt fyrir utan bláu. Bjarki Reyr pökkinum yfir á Felix og Felix aftur á Bjarka. Gunnlaugur þeir stila ánum pökkinum. Kolbeinn heldur pressunum lífandi. Fellirinn reyndar við í hotinu. Daniel fyrir það sendingunni upp yfir. Felix pressa stíft. Jóhamar Andri snýr á við hérna. Spólar undan marki. Löng sending. Þetta hefði verið þrýsting eins og ég hefði haldið. Engin vafi á þeim bænum. Við fáum uppkast í varnarsvæði Fjölnis. Þeir ná að spila hérna einhvern veginn út úr þessu eða hvað? Já, nei, jú. Engin rángstaða. Það alltaf fram að spila. Ævar kominn inn. Lendir hana á Jóhanni Mar. Og fær að mér sýnist skautan frá Jóhanni Mar í eyrað. Það getur ekki hafa verið þægilegt. Ekkert ósvipað gerist þarna eins og gerist í Bretlandi hér fyrir áramótin. þar sem reyndar skautið fór í hálsinn á leikmannanum og við komum til brýnir fyrir okkur hálslínuna. Þorgils með skot á ramman hérna en Þórir viðbúinn þessu og við hendum okkur í annað uppkast. Og hér brot í uppkasti. Brot. Rétt með að kalla þetta brot sem þetta bara villa. Esteiringar vinna uppkastið og Pétur Stefáníak með alveg dúndur skot sem fór yfir en það eru Fjölnismenn Sölvi Egils hérna. Pétur kom með pökinn aftur. Hvað gerir Pétur? Sendir pökinn áfram á hann Sölva að með síndist og ég býðum við. Hér komið dómur. Nú ég aðeins að sjá hver að fara út af. Jú, mér sýnist hér leikmaður númer 5 Viktor Moisesek vera að fara út af í 2 mínútur fyrir að krækja eða húking. En aftur erum við uppkast í varnarsvæði Fjölnis og áfram halda Fjölnismenn svolítið að vinna uppkastinn. Esteiringar reyna að stilla hér upp í yfirtöluspil. Gunnlaugur yfir á Filip kominn aftur með hann hérna. Reynir hérna skot. Það ykkur dans fyrir frá markið en Fjölnismenn kasta pekkinu út. Ná hana örlitlu Andrimi. Filip kominn að stað. Kemur pekkinu mataleið yfir. Það Gunnlaugur. Þeir mæta honum hana strax á línunni. Styrmir. Hendi pekkinu niður. Það Gunnlaugur. Gunnlaugur hér. Mætir ákveðni pressu. Það Andri Helgason sem kemur pekkinum út. Fyrir Fjölni. Það Filip Krasak sem
aðeins að róa þetta niður hérna. Það tæp mínúta eftir af yfirtölunni. Og hér koma Kári Arnarsson, skautar hér upp, hendir tilbaka, kemur Axel Orangan. Hann er yfirleitt snöggur, en þeir missa svolítið tækjafarið þannig. Falur pressar hérna á Jóhann Björgvin í markinu. Kári leggur aftur af stað. Kári komin af stað hérna. Hann siglar af stað. Komin í gegnum, inn í bláu, tekur bara skotið. Tóri ver þetta. Þetta var einfalt skot fyrir Þóri að verja beint á hann, beint í bumbuna eins og við köllum það. ...19 sekúndur sléttar eftir að í viðtölunni og Eskfirðingar eru hér enn og aftur komnir í uppkast inn í varnarsvæði Fjölnis. Óli Þór eitthvað að ræða við Þóri í markinu. Ágætis tilraun hann að þeir eru að reyna að ná stjórn á pekkinum sem tekst, já, hálfpartinn eða hvað. Axel kemur pekkinu djúft. Þar er Ólafur Hrafn. Vond sending hérna upp á blálínuna. Hér er Viggo komin á ferðina. Hann er stoppaður en hann er samt í. Og hér er Axel Orangan að næla sér í sléttar 2 mínútur fyrir hooking eða að krækja. Sem myndi telja að þetta hafi verið glórulaust brot. Óþarfi. Þá eru Fjölnismenn komnir í yfirtöluna og verða það svona framöndi miðbygg fyrstu lótu. Og mér sýnist Gunnar Guðmundsson og Mattías Skjöldur Sigurðarsson vera búin að stilla upp sínum svona sterkustu köllum í þetta. Og þeir svona vinna uppkastið svona á endanum. Skott vel varið hjá Jóhanni Björgvinni. Andri hérna yfir á Emil rétt missir að sendingunni. Þeir eru hér að ná að halda stjórn á pekkinum eða hvað. Nei, þeir missa pökkin út hér. Þórir Aspar kemur pekkinum yfir á Viggo. Hendir pekkinu tilbaka. Emil Ónegård. Hendir pekkinu tilbaka á Andra. Andri skautar hérna áfram. Komin á ferðina. Missi pökkin frá sér. Hann er Hector Rolfsson. Hilmar. Hann er komin á stað hérna. Sendir tilbaka. Það er Martin Semanek. Komin á siglinguna líka. Hann er stór maður og mikill. Jóhamar. Martin. Róa hérna spilið niður. Falur. Siglir bara inn. Martin. Tekur skoti strax. Rétt framhjá. Eskfirðingar hreinsa út. Fjölnismenn ná að endurstilla spili hérna og gera það strax. Jóhamar. Falur með honum. Jónatan og Tóma mætir honum. Þeir senda pökkin alla leið yfir. Þeir ná að halda pekkinum inni en ná ekki alveg að halda stjórninni. Markus. Hector tekur pökkin á honum hérna. Jónatan kemur pekkinum hérna upp á blálínuna en Andri Helgason er að halda pekkinum inni með miklu harfylgi, sendir pökkin hérna yfir á og þar er Emil fyrir gegnum, já, slatti marga kilur. Emil hérna með 2 á sér. Nær að koma pekkin niður í hornið á Andra. Emil fær pökkin aftur. Og missir pökkinn út. Axel komin að stað hérna.
rétt missi pökkinn frá sér, hendur pökkinn tilbaka. Þar Filip laður á stað, sendir yfir á kantinn hérna á Sölvi sendir yfir flugsending á hann, en það á endanum Sölvi sem tekur skoti hérna og pökkurinn skýst hérna út og Þorgils Eggertsson sem skautar eftir pekkinum og nær honum hérna áður en hann fer yfir línuna. Það leggja þessi grann af stað. Filip reynir að spegla pekkinu, batanum en eitthvað gengur að illa. Hér sending með hendi, handpass, það ekki leyfilegt. Óli Þór vel vakandi þarna, nálægt þessu, flautaði strax. Áframhalda Fjölnismenn að vinna uppköstin, allan sínu svæði. Kolbeinn Andri lungsending hérna yfir á fjær kantinn. Þar Hilmar nokkur. Hilmar tekur skotið. Jóhann Björgvin vel þetta. Mátti hafa sig allan við þarna. Hilmar lunginn skotmaður. Uppkast í varnarsvæði þess sjáum að Falur í uppkastinu og Hilmar að klára í skotstöðunni en fekk ekki pökkinn. Daniel, þetta ekki Daniel? Mögulega ekki, kannski ég að rugla mönnum saman hérna. Nei, þetta Haukur Steinsen. Jóhann Björgvin stoppa pökkinn inn á línunni. Haukur Steinsen reynir að maða hérna í gegn. Hilmar tekur skotið, lendir hann í vörninni. Kolbeinn hendir pökkinn niður. Viggo kominn hérna í baráttuna niður í horni. Hristir af sér 1-2. Viggo kemur pökkinum yfir á Jón Albert. Jón aftur á Viggo. Jón Albert tekur bara skotið. Jóhann Björgvin varði þetta auðvitað út í horn. Martin tekur skotið. Aftur Jóhann Björgvin að hafa sig allan við hérna. Pökkunum fór hann í kilvuna og upp í möskvana fyrir Jóhann glerið. Staðan ennþá 0-0, 7 mínútur og 31 sekúnda eftir að fyrsta leikluta. Staðan 0-0 eins og ég sagði á hann. Það Fjölnismenn sem að vinna uppkastinn. Hættulegt spil hérna í Vesseringum. Ævar hér fellur við. Viggo, Viggo, og stöngin út, rosalegt, og annað skot, lendir hann í vörninni. Mikill hamagangur hérna í horninu. Þorgils eiga við Emil. Og hér ástæða á Fjölni og uppkastið tekið djúpt inn í þeirra varnarsvæði að launum. Fjölnir vinnur þetta uppkast. Viktor Örn Svansson nær að koma pekkinum upp á kantinn hérna, upp á blálínuna og út fór pökkurinn. Þorgils var létta byltu frá honum Einari Guðnarsinni. Þorgils hérna komið stjórn á pekkinum og hann kemur hann að flegiferð, komin inn í sónið, inn í svæðið. Þorgils hérna leitar að liðsfélaga, finnur hann. Reynir hana lúmska fyrirgjöf. Reyndi hana lúmska fyrirgjöf Filip Krasak, en þetta lenti í
vörninni hjá Fjölni og svo í höndunum á Þórir Aspar í markinu. Og það eru SR-ingar sem vinna höfuðkast. Ólafur Hrafn hér siglir lauflétt, sendir pökkinn yfir á Jónatan. Jónatan missir pökkinn hér illa út af. Kolbeinn tekur stjórn á pekkinum og kemur pekkinum yfir á Andra. Löng sending hér upp á Hilmar. Löng sending aftur hér á Fal. Falur nær að snerta pökkinn, þannig að það er engin þristing. Falur er í færi, skot rétt framhjá. Hvort hann hafa farið í hliðanetið. Þetta var rosalegt færi. Markus skautar inn að stað á kantinn. Það er Styrmir, sendir áfram á Óla Hrafn. Óli Hrafn reynir að taka skotið en hann er truflaður. Hér koma 3 á 2 hjá Fjölni. Hilmar Andri tekur skotið, hann líka truflaður. Kolbeinn horninu. Hilmar hendi pekkinu bara baka í mark hjá SR. Haukur Stensen. Bjarki Kári það er að hafa stjórn á pekkinum. Sendi pökkinn hérna beint í hendurnar á Viggo. Viggo komin inn, hvað gerir Viggo? Reynir hann að gott skot á Jóhann Björgvin, en Jóhann Björgvin var þetta og hann varði annað skot frá Hektor Hólsinni. Jón Albert grípur pökkinn hér úr lausu lofti og þeir sakja strax aftur. Emil komin í færi hérna, hvað gerir Emil? Tekur skotið gegnum klofið á Hauki Stensen. Gunnlaugur skópla pekkinum út. Martin komin með stjórnina hérna í hlutlausasvæðinu. Jón Albert. Emil sendir tilbaka á Sölva. Viggo reynir hana stungusendingu og Emil fyrir fram markið. Bjarki kemur pekkinum áfram. Þetta Heiðar Kristjánsson hérna komin á siglinguna inn en náðu ekki sendingun alveg. Filip yfir á Þorgils yfir á Heiðar yfir á Gunnlaugur hér hendi pekkinu bak á markið. Og hver er þarna? Það var Gabriel Camillo sem var hann á bak á markið. Kolbeinn reynir að koma pekkinum eitthvað áfram. Ævar hér hörku baráttu, staðsningu og það er skot. Þóri verð þetta. Kolbeinn hirðir frákastið. Þorgils missir pökki frá sér. Falur, hann er komin á ferðina hérna. Hvað gerir Falur? Og vel varist hjá SR-ingum hérna. Kolbeinn tekur bara skotið. Jóhann Björgvin verð þetta. Andri kominn inn. Hvað gerir Andri? Andri hér, hann heldur áfram með pökkjumana, hendur hann niður. Það er Ómar Söndrursson, létt bylta hann baka markið. Og það er Filip sem kemur pökkjun út, kominn inn í svæði Fjölnis. Reynir hana fyrir gjöf en náðist ekki alveg. Axel, Markus, lungsendingina yfir á Filip. Mikið færi hérna, það er eiginlega bara óvaldaðir hérna, 3. Lúmst skot hérna hjá Filip, ætlaði að reyna láta Pítur Vinsinn fá frákastið. Aftur er hægt á ferðinna fyrir Fjölni. Þungsón hjá SR-ingum, skot hjá Markusi í haushæð. Jú, gott að þetta fór ekki höfuð á einhverjum. Ég heyrði allan að smetla í hjálmi hérna. Allan að endaði pökkurinn upp á markinu og leikurinn stöðaður og við fáum uppkast í varnarsvæði Fjölnis. Það eru Fjölnismenn sem vinna þetta. Martin yfir á Emil. Emil kemst inn undan eða hvað? Nei, hann fellur við.
Sölvi hér dettur niður. Viggo fyrir Fjölni að reyna nálgast pökkinn. Óli dómari eitthvað örlítið að þvælast fyrir, en hann léttur á sér, getur fært sig. Martin reynir hann að skotið, lendir hann í Axel Ónangan, en hann fær pökkinn aftur, reynir bakað að skot sem fer framhjá. Jón Albert hendir pökkinu niður. Það er Emil. Emil hérna léttir bara út í horninu. Það eru Fjölnismenn sem kom með pökkinu út úr horninu hérna. Ágætis tilraun hérna. Martin náði skotið. Emil reynda að spegla pökkinu framhjá. Emil nær pökkinu hérna. Aftur er skotið á Jóhann Björgvin. Aftur og þá nú framhjá. Helst til og mörg skot á markmannin fyrir minn smekk ef ég væri í varnarvinnunni hjá SR. Peter Stepaniak kemur pekkinum áfram. Axel komin inn það. Reynir sendingu á Peter en pökkurinn skoppar yfir kiluna. Peter. Haukur. Óli Hrafn. Ágæti sending hann á Bjarka en pökkurinn eitthvað óþægur og hoppaði yfir kiluna hjá honum. Haukur. Löng sending fram á Óla Hrafn. En náðu ekki taka mútið sendinguna nægilega vel. Jón Albert, löng sending fram. Átti að vera þarna á hann Pétur Egilsson, en pökkurinn skoppaði yfir kilinu og honum líka og rullaði í æsing. 52 sekúndur eftir að fyrsta leikluta, staðan 0-0. Og hér er fáið uppkast. Og það eru Esteringar sem ná nú að gera sér mat á þessu uppkasti. Bökkunum fer hérna yfir. Kolbeinn reynir að póta pekkinu út, nærði ekki. Haukur reynir að koma pekkinum áfram. Það gekk ekki. Og pökkunum rúlar í aðra fristingu. Esteringar vinna uppkastið. Skot. Príðið skot hjá Filip Grasak hérna á blálínni. Á samaskapi listilega gripið hjá Þóri Aspar í markinu. Ekki nógu góð sending þarna hjá Esteringum handa eftir uppkastið. Sending á Óla Hrafn hérna á blálínni sem er að spegla pekkinum inn. Viktor skópla pekkinum út. Sölvi Egils í einhverjum loftfimleikum handa með pökkin, en það eru Esteringar sem vinna pökkin út. Þorgils reyna að koma pekkinum inn, hann lendir bara beint í Drew Baron Jacob. Og hér líkur fyrsta leikluta, staða 0-0. Mér minnir að það séu eitt brot á mann í þessum leik. Já, það er rétt hjá mér. Sikkur á 2 mínútur á liðið. Hörku leikur í gangi. Við tökum okkur lögletta pásu, 15 mínútur cirka. Sjáumst þetta smá.
Já, góður áhorfendur, velkomin að Skjánum aftur. Ég treysti því að þið hafið ekki farið neitt mjög langt. En hér er eftir augnablik 45 sekúndur eða svo hefst annað leikluti hér í leik Fjölnis og SR í herradeild karla. Staðan er 0-0. Alls konar búin að gerast hér í þessu leik. Alls konar hamagangur. Greinilegt að liðin eru alveg klára á því að reyna að sækja stig úr þessum leik. Herradeild 3. Fjölnismenn í bullandi baráttu við að reyna að ná SR að stigum. Fjölnis menn eiga nokkra leik til góða. En við erum að fara hér í uppkastið. Og það er SR sem vinna uppkastið. Filip Krasak hendir pekkinu það niður. Viktor reynir að koma pekkinu með áfram. Og það er Viktor, varnarmaðurinn sem er komin hérna í bullandi sókn. Reynir hann að senda pökkinn á félaga sinn í sóknina Viggo. Viktor hefur nú verið þekktastur fyrir varnartilburði en á það til að taka rispur í sókninni líka. En það er önnur saga. Filip kemur pekkinum áfram. Það er Viktor sem grípur pökkinn hérna og kemur á mátturinn í svæðið. Filip sendir pökkinn yfir á Axel. Axel reynir að spegla pekkinum áfram á Sölva. En það er Sölvi fyrir Fjölni. Filip kemur pekkinum yfir á Peter Stepaniak sem siglir inn, komin inn. Einar Guðnason pressar á hann og Axel. Peter kemur pekkinum áttur á Axel. Peter og skot hérna yfir hjá Þorgils. Filip sendir pökkinn fyrir hérna á Ólar Hrafn. Pökkurinn endaði skautar hjá honum. Hér er löng sending fram en hún rúlar alla leið í frystingu eða æsing eins og við köllum það. Og það er uppkast í varnarsvæði Fjölnis. Eitthvað er Þórir að spara laga til markmannshanskana hjá sér. Eitthvað er klukkan að stríða okkur, eða skjárinn öllu heldur. Klukkan hinum er á vegnum gildir. Óli Þór, dómari, lætur þjálfarana vita að þetta er klukkan sem við ætlum að horfa á meðan við erum að laga þennan blessaða skjá. Og við fáum uppkast. Og það eru Fjölnismenn sem vinna þetta. Jóhamar, Jónatan, Tóma, Kári Arnarsson hérna, siglir inn í miðuna. Sendir hérna á Markus, lendir hérna í einhverjum skrokkum fyrir frammarkið og framhjá markinu. Jónatan reynir hann aftur sendingu á félaga sinn Markus hinum á línunni en það var Fjölnismenn sem kom inn í styrnin þannig. Hér er Kári Arnarsson kominn. Kári tekur skotið, lendir hérna í og varna vegna fyrir framann. Það var ekki verið hann. Og annað skot hérna hjá Hilmari á Jóhann Björgvin. Hér eru restinninga komnir. Ólafur Hrafn kominn við kantinn hérna. Kemur pekkinum inn. Jóhann Mar kemur pekkinum hérna áfram á Fall. Falur, löng sending yfir. Alla leiði öllin og alla leiði niður eftir. Eða hvað? Nei, það er engin æsing á þetta.
áfram að spila segja línumennir. Falur hér grípur pökkinn á blálínni, tekur léttan darradans hérna, missir pökkinn í hendurinn á Gunnlaug. Gunnlaugur tekur skotið og þetta var flott skot hjá Gunnlaugi. Þórir Aspar rétt náði að koma öxlinni þarna í pökkinn og pökkurinn speglaðist upp í netið fyrir ofan glerið. Ómar Söndursson og mér sýnist Emil Ólafgård mættir hérna í uppkastið og það Emil sem hefur betur þetta skiptið. Martin Semanek reyna að taka pökkinn út. Ævar Arngríms hér fellur við en það Fjölnismenn sem kom með pökkinn hérna áfram. Viggo komin í færi hérna og skorar! Ég skal segja ykkur það, krakkar. Þar verður ekki á hann og Viggo tekið. Hann með snöggar hendur. Snöggur að hugsa þarna með mann á hnakkanum. Hann að koma pekkinum bara upp í þakknætti fram hjá Jóhanni Björgunni. Staðan orðin 1-0 fyrir Fjölni. Rétt rúmar 2,5 mínútur liðnar að öðrum leikluta. Þessi ekki að góða pekkinu með djúpt niður. Pítur Stepanek rétt mistur að pekkinu með það. Þorgils elti pekkinu uppi. Filip reynir hann að sendinga á Sölva Atlason en Sölvi náði ekki alveg í pökkinn og pökkunin rúlar í frystingu. Esteríka við nefnkastið. Axel kom með pökkinn á kantinum, hann leggur á stað. Hann komin inn, Viktor Moisek á mótornum. Sölvi reynir skotið, erfum við stað og það við góð eftirfylgni hjá Pítur Stepaniak sem skorar fram hjá Þórir Aspar í markinu. Þórir Aspar náði að verja fyrsta skotinu en ekki frákastinu þar sem Pítur Stepaniak kom og hirti pökkinn beintar og skelltar á minnið. Fljótt skiptast við í lofti. 1-1 er staðan og önnulóta kynni sinni hálfnuðu. Það er efseringar sem við uppkasti hér. Filip kemur pekkinum, reynir að koma djúpt pekkinu niður. Þetta var Jónatan og Tómas sem var að reyna að koma pekkinu niður, ekki Filip. Jónatan komin hér. Jóhamar snýrði á við hérna. Styrmir Mokk mætir honum. Ólafur Hafn að vera að reyna að ná til pakkarinn ekki eitthvað hálfilla. Jóhamar Viktor komin að stað. Þeir ná að kroppa eitthvað í þessa sókn. Hilmar, hann er komin á siglinguna hérna frammi á Jónatan. Missir pökkina frá sér. Kolbeitt reynir að ná í hann en nær honum ekki. Áframin á Fjölnismenn að stoppa sóknum í Östfirðingum. Skot þarna hjá Kolbeinni sveipinda sinni en Jóhann Björgvin í markinu varði þetta. Að fyrsta mark Fjölnis skoraði Viggo Hlinsson. Emil Ólafgård með stórsendinguna. Áfram verið að bíða hér eitthvað. Dómarinn eitthvað að ræða þarna við bekkinn hjá Fjölni. Það hefur verið smámál og hér höldum við áfram. Martin tekur skotið. Fór hann í gegnum þuguna og beint í hanskan hjá Jóhanni Björgunni í markinu.
Fjölnir vinnur uppkastið. Aftur er Martin Semanek með skot á ramman. Það verður vítt framhjá. Viggo. Emil. Hér í hörku baráttu í hóðinu. Þar er Emil kominn hérna í færi. En reynir hana lúmska sendingu á Viggo fyrir frammarkið. Viggo náði reyndar í pökkin en Jóhann Björgvin greip þennan pökk bara auðvitað datt í hendina á honum. Fjölnir vinnur uppkastið, skota löngu færi í gegnum mannskapinn hérna. Hér er Emil í baráttunni, kemur pekkinum yfir á Martin Semanek, yfir á, þetta var Viggo þarna, áfram eru þeir að búa til traffík fyrir framann markið hjá S-ringum Fjölnismenn. Koma pekkinum út, Martin, koma pekkinum áfram, það er Filip. Hann missir pökkinn inn í hendunar á Viggo. Viggo sendir, já, mjög líklega á hann Emil, en Emil var bara leiðin í skiptingu. Löng sending á Ævar Arngrímsson hérna á miðunni, en hann fekk hann í skautana, þannig að það var ekki auðvelt. Filip sendi pökkinn bara í hendunar á Einari. Einar tekur bara skot, auðvelt skot fyrir Jóhann Björgvin að verja. Sá þetta allan tíman, ekkert vesen. Fyrsta marka SR skoraði, eins og ég sagði hann, Pítur Stepaniak. Axel Órangar með stóðsendinguna. Hörku skot hjá Sölva Egilssyni hérna beint úr uppkastinu. Fekk pökkinn hann og tók bara skotið. Löng sending fram hana og þar er Sölvi Atlason. Hann var búinn að skauta fristinguna uppi. Hybrid icing alveg eins og hún gerist best, en náði ekki almennilegu skot þetta. Axel er að koma pekkinu niður til, náði ekki alveg. Filip skot á Pítur tekur skoti bara í Viktor Mosek sem blokkaði skotið. Viktor harkaði það af sér og pökkurinn kominn áfram. Einar Guðnason, hann hefur stjórn á pekkinum eða hvað? Jú, hann kemur pekkinum áfram. Það er Pítur Stepaniak sem kominn hann með pökkinn hendunar. Löng sending fram, þar er enginn. Og pökkurinn rúlar í fristingu. Og við fáum uppkast í varnarsvæði S-ringa. Það eru S-ringar sem ná stjórnum þessu uppkasti. Axel kemur pekkinum hérna djúpt í hóðnið. Þannig var Jóhann Mar kom pekkinum. Fara hann aftur hérna frá Viktori. Jóhann Mar komur hérna aftan mark. Oj, og dettur hér við. Óli Þór snöggur að dæma boarding á þetta. Og Markus Ólafsson er að fara hér í sléttar 2 mínútur fyrir boarding. Já, hvað getum við kallað í íslensku? Batta ákeyslu. Eða ákeyslu við batta. Heitt á klúbnum segir Pretty Boy Choco eða hvað saman heitir, en það er ekki því að dreifa hér í Eiðishöll, því hér er fimbulkalt. Viktor tekur skotið, lendir hérna í, nei, þetta var Andri Helgason fyrirgeði. Þetta skotið hérna fór í kilu varnarmannsins og upp í netið. Áfram eru Fjölnismenn að vinna uppkastinn. Andri kominn hérna. Emil, Andri
Emil aftur. Komin hérna niður á Viktor. Viktor hérna undan marki á Andri. Viktor eitthvað að fara illa með pökinn hana. En það er Emil sem reddar sig. Nei, þetta var ekki Emil, þetta var Viggo. Viggo komin í stöðu, tekur skotið. Lendir í löpunum á Gunnlaugi Þorsteinsinni. Og þeir bara vinna svæðið aftur. Andri yfir á Viktor. Viktor tekur skotið hátt yfir. Falur reynir sendingu hann niður eftir á hann Emil. Ómar Söndursson fyrir SR reynir að komast í pökinn. Það er erfiðleikum utið. Þar var Viggo hingra hérna aðeins, býðir eftir félaga sínum Martin taka skiptinguna 50 sekúndur eftir að yfirtölunni hjá Fjölni. Hilmar leggur hérna stað. Sölvi mætir honum. Breytir engu því að þeir ná pekkinu minnina. Martin sendir á Kolbeinn. Martin með pökkinu inna. Senni yfir Hilmar. Og skot. Varði þetta og skorar hérna Kolbeinn Sveinbjarnarson. Lurði fyrir framan markið. Hirti skotið, hirti frákastið. Sýndist þetta að vera gott að þetta var ekki Jóhann Mar fyrir messeringur sem átti skotið sem hann Kolbeinn hirti upp hann og kláraði. Ég held að það hafi verið hann. Staðan var 2-1 Fjölni í vil og fyrsta önnulóta rétt það bil bráðum að verða hálfnuð. Martin Semanek hér. Þeir eru í smá vandræðagangi hérna Fjölnismenn, þeir eru komað pekkinum út. Bökkurinn rúlar alla leið út í enda og við fáum fristingu. Þorgils reynir að halda pekkinu inni en það gengur hálfilla. Það er konum pekkin inn í svæði Fjölnismenn. Það er áfram með pekkin inn í Fjölnismenn. En Filip Krasak var ekkert tilbúinn að hleypa honum. Já, þetta hafi ekki verið. Ég sá nú ekki númerið á hann almennilega, en það breytir ekki öllu. En Filip Krasak var ekkert á því að leipa þessum leikmanni og nálægt Jóhanni Björgunni. Markus hérna í rétti bartu. Það er skot. Lendir hann í vörninni hjá SR. Sending fram á Kára Arnarsson sem er komin hérna fram. Mætir hann Viktor í Svavarsinni. Áfram mikil barátta hérna. Kári komið með pökkin í hendurnar. Sendir pökkin fyrir. Mikið svona skópla á pökkinum eitthvað. Og þá er hann Drew Baron Jacob sem reynir að koma pökkin á markið. Það er hann að helst til og veiku skoti á Jóhann Björgvin. Já, þetta var rétt hjá mér hérna með markið. Það var Kolbeinn Sveinbjarnarson og Kristján Jóhannesson, já. Það var ekki Jói. Mikið sótt að markið Seringa. Þetta hefur verið Kristján Jóhannesson, nummer 6.
Aftur skotið á markæsringa og áfram Jóhann Björgvin. Klára á þessu þarna. Fjölnismenn á að halda pressunni lifandi hérna inn í svæðið Esteringa. Og hérna Kristján. Skotið skýtur í félaga sem Hilmar sem speklaði pekkinum framjá. Kristján aftur. Sendi hérna á Kolbeinn. Viggo. Kolbeinn. Falur. Kristján. Bökkuð bestinn út á Gunnlaug. Hann sendur af á Heiðar Kristjánsson. Ná ekki alveg að láta sendingarna ganga. Heiðar hérna á blálínni komið framjá. Ævar. Hérna á að halda pekkinum. Þorgils lung. Svona reyna að koma pekkinum á hann. Ævar sem lúrði fyrir fram á mark Fjölnis. Dundrar pekkinum hérna fram. Og þar Viggo. Pökkurinn flögur. Og þetta var ekki með átti miklu muna þarna. Lauflétt skóaferð hjá Jóhanni Björgvinni þarna. Þorgils sendi pökkin yfir á hann Ómar Söndursson. Og það reyna að rappa ránt þarna. Lauflétt hjá Emil en það gekk ekki. Og skotið á ramman en pökkurinn svolítið í loftunum við hann núna. Jón Albert sendi pökkinn niður yfir á Martin Simanek. Martin leikur létt á landansinn Pítur en Pítur hyrðir þetta. Alls konar byltur hér í gangi. Skot löngu færi hjá Sölva Egilssyni. Hefðu getað farið á markið, hefðu þetta ekki lent í varnarvegnum hjá Esteringum. Axel hendi pekkinum inn. Gengur eitthvað hálfilla að koma pekkinum inn. Markus yfir á Pítur. Þeir missa pekkin út aftur hérna. Jonathan löng sendi hérna á kantinn. Axel. Pökkurinn gengur hérna á milli manna eins og heit kartefla. Markus. Jonathan. Jonathan rétt mista pekkinum að þeir ná hann aftur. Þeir koma pekkinum inn. Axel fyrir pressuna. Viktor. Axel tekur og skellir á hann einni laufléttri tæklingu. En hér kemur Hilmar. Hann komin í gegn, komin inn. Reynir hana sendingu á Kolbeinn. Kolbeinn setur á hann aftur. Hilmar tekur skotið. Yfir. Áfram með spilað. Andri Helga hérna á blálínunni. Tekur skotið. Pökkurinn lendir í vörnin fyrir fram á markaðisar. Hilmar. Kolbeinn. Sendur pökkinn fyrir. Pökkurinn eitthvað að dandalast hérna. Þarna fór pökkurinn í áttamarkinu hjá SR og Jóhann Björgvin blakar pekkinum létt í loftið og hann fer í netið fyrir ofan mark. Og hann gleyrir fyrir ekki því. Fjölnir vinnur uppkastið. Lúm sendi kanna fyrir fram markið. Jón Albert fellur létt við hérna. Hann er þá með pökkinn, nema hvað, nei. Þá koma Esteringar. Heiðar. Sýnist þetta að vera Heiðar. Já, Heiðar er að halda lífin í þessari sók. Gunnlaugur Þorsteinsson, hann er líka að halda lífin í þessu. Heiðar. Komin tilbaka markið. Hann er að snúa hérna einn af sér. Heiðar. Sendin ekki nógu góð hérna á Felix. Þeir eru pirraðir, Esteringarnir. Spilið ekki alveg að ganga nógu vel hjá þeim. Þorgils er
hinkrar örlítið baka markið. Löngsending fram. Þar er Filip Krasak. Hann kemst í gegn, það gerir Filip, sendir fyrir, Pökkurinn laus. Nei. Ævar Artgríms hérna sækir pökkinn, sendir yfir á Þorgils. Þeir ná að spegla Pekkir mynda sína milli. Sölvi. Einar. Ómar. Sölvi aftur hérna, hendi Pekkir minn fyrir Fjölni. Jóhann Björgvin stoppa pökkinn bak við Markæser. Þorgils, langa sending á Gabriel. Gabriel reynir að koma Pekkinum yfir á Ómar. Það gengur ekki alveg. Hér skóplar hann Pekkinum hátt upp í loftið hann Einar. Og það er komin Hilmar. Hann er snöggur, sendir Pekkin fyrir. En góð dífa þarna hjá Þorgils. Náða að varna því að Pökkurinn næði að skila sér. Andri stillir sér upp. Tekur skotið. Fer fram hjá. Hilmar í baráttunni þarna. Sölvi Atlason komin hérna, löngsending fram. Axel. Ég er með Pökkinn. Já, hann er, jú, eða hvað? Jú, hérna, Filip. Píter. Komin Pökkinn yfir á kantin hérna til Sölva. Sölvi. Löngsending á Píter. Píter hérna. Eiginlega næstuð óvaldaður, eða hvað? Píter. Sendir Pökkinn fyrir. Pökkurinn laus. Hvað ætla menn að gera? Píter, aftur. Píter tekur skotið og stöngin út. Jesús Kristur. Kristján. Sending hér. Rangstaða. Þarna var Axel Órangan örlítið á langt inni. Áður Pökkunum fór yfir. Svekkjandi fyrir Eskirfinga að missa svona tækifæri. Píter Stepaniak komið með Pökkinn á siglingu inn í svæðið. Það getur oft verið hættulegt. En uppkast fyrir framann varnarsvæði Fjölnismanna staðreind. Já. Fjölnismenn vinna þetta. Jón Albert. Pökkinn yfir á Martin. Hann er ekki að spekla Pekkinum áfram en hvað? Jú, það er Viggo sem tekur Pökkinn áfram. Með honum er Emil. Emil reynir að væðlast hérna í gegn. Hvernig í óskopunum gata hann þetta? Áfram. Viggo. Heldur Pekkinum hérna upp á blálínuna. Þar er Jón Albert, tekur skotið, lendir í vörnin fyrir Róman Esser. Martin, heldur Pekkinum inni. Viggo. Næri einhvern veginn að haldast í Pökkinn. Emil. Heldur Pekkinum inni. Emil áfram hérna. Martin, tekur skotið. Framhjá, mjög langt framhjá. Jón Albert. Sendir Pökkinn aðalega hinum inn yfir. Þar er Hector Holsson segi ég. Hector inn í baráttunni. Jájá. Mikil baráttu Pökkinn inn það. Jónatan. Kári Arnarsson missir Pökkinn frá sér hér. Hilmar. En Óli Hrafn kippir Pekkinum á honum bara og sendir Pökkinn alla leið í æsing. Það er Eskirfingar sem vinna þetta uppkast. Pekkinum spekla hér út úr svæðinu og hann rullar hérna allavega nettinni. Það kallar spila. Ekkert verið að stoppa þetta nett eitthvað frekar. Löng sending fram. En þar er Bjarki Reyr komin inn í þetta. Hann er tekinn hraustlega niður. Kristján. Sendir Pökkinn yfir á Kolbeinn. Kolbeinn reynir skotið hérna á fjarstöngina en Jóhann Björgvin blakar þetta í burtu. Hilmar. Pekkinum niður baka mark. Pökkurinn laus hérna. Kristján. Tekur skotið. Lendir í vörninu fyrir framann Mark Esser. Filip. Löng sending yfir. Þarna er Gunnlaugur Þorsteinsson. Komin á stiklinguna. Hver er með á honum? Hann tekur skotið. Framhjá. Heiðar Kristjánsson komin hérna að stað. Sendir á Þorgils.
Og það skotið á ramman bara hérna. Já, hvort var þetta skotið eða sending, ég veit það ekki. En fristing allan á niðurstaðan. Það styrkja hann uppkasti hér. Peter reynir að halda pökkinn, það gengur ekki alveg illa, en þar núna komin Einar Guðnason, fulla ferð. Á mótunum, Filip Krasak. Filip nær að einangra pökkinn, sendið pökkinn á blánu, það Viktor Örn, tekur skotið, lendir í örninni hjá SR. Axel reynir að skópla pekkinum út hinum einn, en nærði ekki, en hann tekur bara pökkinn sjálfur út. Komin hérna á ferðina, hvað Axel? Reynir skotið, ætla að fara í frákasti sjálfur, en hér fáum við dóm á Fjölni. Og það Viktor Örn Svavarsson sem fer í bóksið fyrir að fella, eða tripping. 2 mínútur cirka sem hann fær að hvíla sig þar. Staðan 2-1. Mínúta og 18 sekúndur eftir að öðrum leikluta. Og SR-ingar á yfirtölunni hérna. Það eru, já, Fjölnismenn sem ná þessu frákasti út. Filip Krasak hér. En það já, gott ef það var ekki Viggo bara sem náðu að kroppa þessi þetta. Bjarki slakar á hérna og hér kemur Filip. Hann leggur að stað. Filip, hann skautar hérna áfram. Komin hérna inn í svæðið. Nær hann að stilla upp hér í eitthvað. Á Gunnlaug. Gunnlaugur sendir fyrir á Peter. Peter skotið. Framjá. Filip. Peter. Aftur. Hingrar. Aftur hingrar hann. Tekur skotið. Lendir hann að bara eiginlega beint á Þórir Aspar í markinu. Þetta var hættuleg sókn hjá SR. Við fáum manna uppkast hér í varnarsvæði Fjölnis. Það er ekki að vinna þetta. Filip sendir yfir á Peter. Peter tekur skotið. Aftur verð Þórir í marki Fjölnis. Það er Peter sem er að koma á pekkinum, áfram yfir á Gunnlaug. Peter, Filip. Filip, Peter. Filip, tegur skot, reynir sendinguna á Gunnlaug hana. Pökkurinn eitthvað óþægur. Andri pressar hann stíft. Peter, 14 sekundur. Filip, tegur skotið. Pökkurinn, ja, hann kuppaði killuna. Og mark hjá Peter Stefaniek hérna á hassmörkum. Út við Bata. Hvort að Þórir Aspar var búinn að missa killuna, ég veit það bara ekki. Það breyti litlu. Staðan orðin 2-2 og það eru 6 sekundur af öðrum leikluta. Ég skal segja ykkur það. Óvænt skot bara hérna á kantinum. Hann stóð bara hérna niður hassmörk, tók skotið á ramman og pökurinn inn. 2-2 staðan. Og hér rennur leiktíminn út í öðru leikluta. Það er búið að vera heilmikið fjör í þessu leikluta. Öll mörkin sem eru búin að vera skórið í þessu leikur eru búin að koma í öðru leikluta. Staðan 2-2. Þriði leikluti eftir. Við erum komin hér aftur eftir cirka på 15 mínútur. Þannig að það er nægur tími til þess að poppa eða skella í eina eðlu. Hvað veit ég? Sjáumst þetta smá.
Já, góður áhorfendur. Það rétt rúm 1,5 mínúta þangað til við rúllum í þriðja leikluta hér. Tíminn á eftir að leiða það í ljós hvort að það verið síðasta leikluti í kvöldsins eða ekki. Miðað við hvernig þessi leikur hefur spilað síðastlega 2 lótur þá kemur mér ekkert óvart að þetta fari í framlengingu. En ég ætla ekki að vera slíkur spámaður akkurat núna. Það getur allt gerst. Þessi lið hafa, eins og ég hef sagt hérna áður, leikir þessara liða hafa verið ansi jafnir að sem af er vetri. Og hvatningin er mikil hjá Fjölni að reyna að keppast um sæti í úrslitakeppninni á móti Skautafélag Akureyrar sem tryggði sig deildarmeistaratitilinn nýverið. Skotin hinga til í þessum leik, 30 skot Fjölnis á móti 24 hjá SR. Refsimínútur eru slétt margar, 4 og 4 mínútur á hvort lið. Mörkin eru sömuleiðis slétt jöfn, 2-2. Kæmir ekkert óvart ef liðin ætla að selja sér dýrt hér í kvöld. Skilja allt eftir hausnum á þessum flenni fína í sér í Egilshöll sem meistari Marcin Moisesek sér að halda svona gleðarfínum. Við kunnum honum bestu þakki fyrir það. Óli Þór kominn að viðuna og hér vinna Fjölnis með uppkastið. Það Þorgils Eilsson fyrir að sér sending á kantinn hérna
og þar Axel Organ tekur skotið framhjá hátt yfir Markus. Náði þarna, nei, þetta var nú Filip Krasak, ekki Markus. Spila svipaða stöðu, svipaður menna vexti en Filip Krasak kannski betri skotmaður. En þetta fór í kilunni hjá Peter Stepaniak og í Þóri og upp í þakkið. Axel tekur bakhanda skotið hérna, lendir í vörninni og hér eru konur af stað. Einar Guðnason komin inn, 1 á móti 3. Hann stoppaðar af Filip Krasak á blálínni. Sending á Filip. Filip hér, heldur pekkinum. Kemur pekkinum yfir á Peter Stepaniak. Peter sendir pekkin yfir í hornið. Það Filip. En á endanum það, já, var það Kristján Hóvar. Kolbeitt Sveinbjarnarson með skot hátt yfir. Fyrirliðinn Kári Arnarsson kominn með pökkin hendurnar, löng sending fram. Lendir í höndunum á Kristjáni Hóvar. Andri Helgason hérna, djúpt niður í sínu svæði með pökkin. Sendir pökkin í batan og pökkinn rullar hér. En það Hilmar sem skautar upp. Já, hybridessingið. Falur, sending fyrir. Sendingin ónákvæm. En það Martin Semerek sem pekkinum inn aftur. Kolbeitt kemur pekkinum inn. Það Esteringar ná stjórn á pekkinum. Jónathan yfir á Styrmi. Styrmir reynir sendingu á Ólar Hrafn. En hann komst inn í hana, hann Andri Helgason. Styrmir tekur bara skotið inn. Jón Albert. Rétt missir að pekkinum hana. Martin hér stoppa með pökkin bakveg sitt eigið mark. Nú eru Fjölnismenn að sigla í eitthvað spil. Emil komin að ferðina hérna. Fer fram hjá Felix. Fram hjá Hauki. Setti fyrir, pökkunum fyrir. Illa farið með gott færið þarna. Hjá honum Hektor Rólsinni fór helstul og vítt. Pökkur lausnum frá Markaser. Það Gunnlaugur Þorsteinsson sem tekur pökkinn og skautar með hann áfram. Með honum Heiðar Kristjánsson en Viggo sem að pota í pökkinn hjá honum. Áfram eitthvað línumenn að trufla spilið en það lítið við því að gera. Hingra vel hér baka markið. Ævar komin hér að stað, sendir pökkinn yfir á bláu. Einar fær hér ressabiltu frá honum Ævari. Pökkurinn eitthvað dinglum danglast á millum hana. Og hér Ævar, nei, Filip Krasak komin og hann tekur bara skotið í gegnum milli lapana á Viktor og Erni. En pökkurinn endar í fanginu á Þórir Aspar. Staðan 2-2 en þá. Filip skot framjá. Einhverja killar að fljúa hana. Axel sending yfir. Filip skot. Þóri verið þetta. Uppkast í varnarstæði Fjölnis. Það Fjölnis sem græðir þetta uppkast. Kristján Hróar sendi í kanna og pökkunin rúlar í fristingu. Hilmar snöggur á skautunum en það Þorgils Eggertsson einnig.
Peter komin hinn í færi. Peter tekur skotið. Þóri ver þetta. Vel varið á Þóri þarna. Andri kemur pekkinu. Bláuluna. Filip. Axel. Og þversláinn. Og út. Og Peter brendi fram hjá. Dauðafæri. Og þvert yfir krísina. Áfram með færi í Vestfirðingum. Axel tekur skotið fram hjá Peter Stepanek sem stóð fyrir framan Þórir Aspar og pökurinn endaði í netinu. Vestfirðingar komnir hérna yfir fyrsta skipti í leiknum sem Ester næra komast yfir hér í leiknum. Rétt tæpa 5 mínútur liðnar á þriðja leikluta. Þetta lá í loftinu. Slíkur var atgangurinn hérna í varnarsvæði Fjölnis. Drúbaran Tjekov kemur pekkirum inn í svæði Vestfirðinga. Markus. Sendingan yfir. Glóruleg sending og þeir reyna hérna pökurinn laus eða hvað. Menn eitthvað að æsa sig. Jæja, þá eru menn búin að ræða málin. Þessi sending sem hann komst inn í, hann var bara einn á móti markmanni. Uppkastið út fyrir, segir Óli Þór. Bökurinn út fyrir, segir Óli. Ekkert múður og við fáum uppkast. Það er SS sem vinnur þetta. Haukur. Á honum er Sölvi Egilsson. Reynar að kroppa hann í pökkina, Styrmir Mók. En pokkurinn endar utan ís og við fáum annað uppkast. Esteríka vinna uppkasti. Bjarki skóplar pekkinum inn áfram. Óli Hrafn kemur pekkinum áfram inn í svæðið. Drew Baron sendir pekkinum eitthvað áfram út. Kári Arnarsson næra kropp eitthvað í þetta. Styrmir komin inn það. Sending fyrir. Skot! Fínt skot hjá Ólar Hrafni. Petri fyrirgjöf hjá honum. Styrmir Mók. Spila kalla línumennir. Haukur Steinsen Mafíun í Hafnarfirði. Fína sendingar að ganga hérna núna. Gunnlaugur Þorstinsson kominn inn í færi. Truflaður í skotinu. Emil kominn inn. Hörku skot hjá Martin Semanek sem Jóhann Björgvin Ragnarsson ver. Það eru Eskfirðingar sem ná stjórnin á þessu uppkasti. Gunnlaugur kominn inn í svæðið. Reynir hann að fyrirgjöf. Það vantaði mann, en byrjum við Þorgils, kominn pökinn, tekur skotið, hátt yfir. Eskfirðingar ná að halda pekkinum inn í svæðinu. Pökkunar er játlar hérna út. Þorgils. Felix kominn að stað. Hendi pekkinu bara djúft í hinn endan. Þar er Gunnlaugur. Kemur pekkinum áfram. Á Filip inn í hóðinu. Eiga við 2 svartklædda. Martin Semanek komin að stað. Hendi pekkinum inn í svæðið. Hoppar í skiptingu. En Sölvi Egilsson pressar hér Þorgils stíft. Ævar. Hendi pekkinum inn. Það er Gabriel að mér sýnist. Fylgis með, kastar bekkinum út.
Jónatan hindrar hér för Viktors. Markus. Viktor. Ekki góð sendi hérna á blálínni. Ævar. Sendir pökkin inn fyrir á, reynir að senda hann á Ómar Söndursson en Ómar var ekki alveg kannski með þetta það. Viktor sendi ekki upp á kantinn. Kolbeinn sendi og reynir að koma pökkinu meður á Hilmar. Tekst ekki. Píter, Stefani, komin inn það. Hvað ekki Píter? Reynir hann að baka sendingu. Pökkurinn laus fyrir framann. En þeir eru snöggjar að hreinsa þetta út. Pökkurinn alveg sendur hérna yfir. Píter, Stepanjak sendir á Bjarka. Bjarki reynir skoti, fipast á því. En hér er falið komin einn á markmanni. Með honum er Haukur. Haukur reynir að verjast hérna. Næra trufla hérna sókninni á Fal. Þetta var rosalegt færi. Kemur Sölvi Allarsson, sendir yfir á Axel. Píter tekur viðstöðuð skot en pökkurinn eitthvað ekki alveg nú þægur hérna. Andri kemur pekkinum út. Bjarki Jónsson eldi pökkinn niður í sitt eigið svæði hérna. Komin að stað. Bjarki býður átekta hérna. Sending á Ólar Hrafn en sendingin raktaði ekki á Samherja. Hektor reynir að halda pekkinum inn í hanninni. Viktor. En hér er Einar Guðnason Kolrangstaður. Dómarinn flauta hér réttilega rángstöðu. Já, Axel Árongan skoraði þriðja marka sér stóðsendingu frá Filip Krasak. Ólafur Hrafn. Elstendingar kasta hér frá sér pekkinum í frystingu. Uppkast í varnarsæði þess er Viggo og Kári í mættir. Það er Fjölnir sem vinnur þetta. Jón Albert tekur bara skotið. Jón Albert tekur hann að skotið. Emil nær pekkinum hérna. Hann er komin inn, sendi fyrir. En þar var Felix velvakandi og bæir hættinu frá. En áfram eru Fjölnismenn með stjórnina hérna. Emil. Martin sæti færis. Hann er komin inn hérna. Jón Albert reyndi hann að skotið en lendi í vörninni hjá SR. Viggo í baráttunni hérna í horninu á móti Þorgils að með sínist. Martin hérna fyrirgjöf, það var engi fyrir frá markið. Viggo kemur pekkinu djúpt niður, þar er Emil. Þar er líka Filip. Filip ítir Emil bara burtu. Hektor Hólsson hana í vinnunni. Hér kemur Þorgils. Heiða Kristjána með honum. Martin. Felix. Hann er í baráttunni Jón Albert. Pökkurinn endar í höndunum á Martin. Pökkurinn eitthvað, já. Endur þetta í höndunum á Hilmari. Hilmar tekur skotið. Og hann varði þennan pökk, hann Jóhann Björgvin. Hann vissi ekki hvað hann var í augnablik. Þessi sóknarlína hjá Fjölni. Falur, Hilmar, Kolbeinn, Andri og Viggo. Þessi strákar eru
Þeir geta skora mörk. Jónatan reynir að koma pekkinum áfram en að pökkurinn endar í höndunum á killunni hjá Val. Andri skot hjá Kristján Hróar, lendir hann í samherji held ég bara. Hilmar, hann kemst út úr þessu. Kolbeinn tekur skotið, pökkurinn lausanum fyrir framann en það Jónatan sem kemur pekkinum út en ekki nægilega vel út. Áfram mikil barátta hérna. Ómar Sundarsson ákveður að róa þetta niður bakumarkið. Haukur leggur að stað. Ævar komið með pökkinn inna. Fellur við. Gabriel kemur pökkinn niður. Jóhann Björgun kemur pökkinnum áfram. Áfram með spila hér. Kristján Hróar. Sölvi Egils kemur pökkinum út. Endar í höndunum á Hauki. Viktor komur að stað hérna. Drew Baron. Einar. Hann heldur pökkinum fyrir einhvern undraverðan hátt. Áfram heldur þetta hérna. Peter. Axel. Kominn inn. Haukur hendir pökkinum niður. Peter er þarna niðri. Viktor Örn tekur léttan lislip á snúning og snýr af sér Peter Stepaniak. En áfram heldur spilið. Bjarki sendir pökkinn lóðbeint í freistingu. Sending sem var líklega stættust til á hann Peter Stepaniak en hann var ekki alveg kominn á staðinn. Löfinur döfkast og skot frá Martin Semanek sem Jóhann Björgun ver í markið þessar. Erik Kári á Viggo mættur í uppkastið og það Viggo sem hefur betur þetta skiptið. Martin. Hvað gerir Martin? Reynir hann að koma pekkinum áfram. Smá hægt á ferðina, pökkurinn hefði getað speglast inn. Martin aftur komið með pökkinn. Martin tekur skotið. Jóhann Björgun ver hann frá. Emil hérna. Hann er fast heldinn á pökkinn. Skot. Ágætið skot hjá Jón Albert. Jón Albert heldur pekkinum inn í sónunu. Og hér er Kári, komin að stað. Hann er komin inn í svæðið, tekur rétt Rössjan díla hérna. Reynir að senda pökkinn fyrir. En missið eitthvað á hann hérna. Hilmar kominn, hann er einn og valdaður inn í sóknarsvæðið þessar. Og skot. Hann var búinn að loka markinu þarna, hann Jóhann Björgun. Reyna hérna. Snögga fyrirgjöf. Kolbeinn, komin að stað. Filip Krasak stoppar hann af, en hann er ennþá með pökkinn. Pökkurinn komið djúpt þetta niður, það er Andri. Andri heldur áfram. Falur hendur pökkinu djúpt niður. Það er Ólafur Hrafn og svo Hilmar. Kolbeinn aftur, Hilmar. Nær ekki alveg að stýra pökkinum. Ólafur Hrafn, komin að stað. Sendir áfram á Kára Arnars. Kári. Tekur skotið, lendir hann í Andra Helgasinni og Hilmar er komið með pökkinn. Hann leggur að stað, komin inn. Tekur skotið, hátt yfir. Falur, kemur pökkinum yfir Andra. Andri. Hilmar. Tekur skotið. Sýnist hann, Jóhann Björgun hafa fengið pökkinn beint í grindina. Sá hann gefa dómaranum hann að merki. Þá ber dómaranum að stoppa leikinn. Þriði leikluti vel rúmlega hálfnaður. 6 mínútur og 46 sekundur eftir að þriða leikluta. Staðan 3-2 fyrir SR.
eitthvað veriðist Jóhann Björgvin þurfa að láta líta á hjálminn sinn, eða nei, hann bara skiptur honum út, tekur bara næsta hjálm. Þessi strákar eru með já, 2-fold, 3-fold öllu, já, svona kannski sumt að því. Og við fáum uppkast hér í varnarsvæði SR. Sýnist þetta að vera Felix og Viggo, og það er Viggo sem hefur betur. Martin siglir hér með fram blálínu. Martin er komin í færi, hvað gerir Martin? Tekur bak, kattar skotið, en Jóhann Björgvin algjörlega búinn að loka nær stönginni. Og við fáum annað uppkast hér í varnarsvæði SR. Aftur er það Felix og Viggo mættir hérna í uppkastið. Og það eru Eskfirðingar sem vinna þetta uppkast. Og hér er Heiðar Kristjánsson kominn að stað. Hvað gerir Heiðar? Tekur skotið. Þór Raspar varði þetta vel. Snöggur að loka niðri. Martin hendir pekkinum inn. Þar er Emil mættur. Markus pressar á hann. Andri, hann er lipur á kilunni hana. Kemur pekkinum áfram á Viggo, en það lendir í vörninni hjá SR. Viggo aftur, Viggo tekur skotið, aftur lendir þetta í vörninni hjá SR. Létt utaratans hjá SR-ingum hérna á blálínni. Koma pekkinum inn í svæði Fjölnis. Og það er Andri Helga sem leggur á stað. Kemur pekkinum áfram á Kolbeinn. En pökkurinn endar í höndunum á Ævari. Ævar missir hann frá sér. En það er Gabriel sem hendir pekkinum inn í svæði Fjölnis. Andri, löng sending fram. Það er Kolbeinn. Sendir yfir á Fal. Aftur á Kolbeinn. Kolbeinn tekur skotið. Þetta hefði getað verið betra skot. En skot engaði síður. Gabriel kominn inn á stað. Hendir pekkinum inn í svæðið. Viktor. Andri siglir inn. Andri kemur pekkinum yfir á Viggo hérna. Viggo rétt við bæst skotið. Áfram mikil barátta. Viktor reynir að koma pekkinum á markið. SR-ingar henda pekkinum í frystingu. 4 mínútur, 57 sekúndur eftir að þriðja leikluta. Staðan 3-2 fyrir SR. Og það er Fjölnismenn sem vinna þetta uppkast. Viktor hendir pekkinum í átt að markinu. Sölvi reynir að koma pekkinum í hornið. Drew Barron hendir pekkinum áfram. Áfram með pökkurinn í einhverjum loftfimlingum hérna. Hoppar og skoppar upp í loftið. Byttur við. Og það er skot. Og hann verið þetta. Pökkurinn laus. Eða hvað? Já, nei. Stopp, segir Óli Þór dómari. Liðið Fjölnis kallar á leikhlé. Og það er venju samkvæmt 30 sekúndur. Gefur þeim tækifæri til þess að aðeins að skerpa á sínum málum, báðum liðum. Búinn að vera fróðulegu leikluti. Skemmtilegur. Það verður ekki tekið að þessum strákum. Þeir eru frískir, margir hverjir. Það er flest allir held ég bara.
Áfram, segir Óli Þór dómari. Menn ekkert að hangsa við þetta. Og hér er uppkastið. Og það er Viggo og já. Skot hana hjá honum. Andi går annað skot. Aftur er þetta að lenda í varnar vegnum hjá SR. Pökkurinn réttlega inn það niður. Það er Jón Albert. Hingra hérna. Andri kemur með honum. Aftur Jón Albert. Emil skautar hérna. Flegiferð. Komin inn í svæðið. Emil rétt með sennar frá sér. Nær pekkinum aftur. Áfram er hann hér léttum dansi með pökkin. Pökkurinn hér. Skoppar út úr svæðinu. Andri Helga skautar pökkinu uppi fyrir Fjölni. Fjölni kominn á stað hérna. Andri kemur hérna. Sendir yfir. Sendingin helst til ónákvæm. Það er Martin sem næði stjórn á pekkinu minna. Jón Albert. Hilmar komið með pökkina. Hann kann að skauta. Hann fer að stað. Sending hana yfir á Viggo. Hér er pökkurinn. Kári Arnarsson kominn á ferðina. Kolbeitt. Pökkurinn endar í höndunum á Viktori. Viktor hérna, siglir inn. Hvað gerir Viktor? Tekur skotið. Hann var beint á hann Jóhann Björgvin í marki SR. 3 mínútur og 7 sekúndur betur eftir af þriðja leikluta. Nú fer mögulega styttast í það að Fjölnismenn fara að kippa Þór Raspar út af til að bæta í sóknina. Það verður að vera á réttum tímapunkti í réttu tækifæri. Viktor fyrir Fjölni. Sendir pökkinu upp yfir á Hilmar. Hilmar snýður hérna við. Á flegiferð. Felix eltir hann. Haukur Steinsson einnig. Hilmar. Sendir pökkinu yfir. Gunnlaugur Þorsteinsson kemst inn í þetta. Hann er komin á stað. Gunnlaugur. Tekur skotið. Ég skal segja ykkur það. Uppi í fjærhornið. Þetta verður að teljast glæsilegt mark. Tekur skotið þarna á þessum stað. Hátt í hringjónum niðri og í fjærhornið. Það verður ekki mikið erfiðara fyrir Þór Raspar að reyna að verja það. Ester vinnur þetta uppkast. Ævar hendir pekkinu bara inn í svæðið og við uppskerum létta frystingu hér. Og við fáum uppkast í varnarsvæði Esteringa og nú heyri ég Gunnar Guðmunds þjálfara Fjölnis kippa Þór út af og það er verið að þyngja sóknina. Það er Viktor Örn sem er kominn hér inn. Að reyna að þyngja sóknina með öllum tiltakum bráðum í Fjölni. Þarna já, þarna er við og það er Fjölni sem vinnur við uppkast. Andri heldur pekkinum inni, kemur pekkinum yfir á Emil sem er á kantinum hérna. Nei, þetta er Viggo fyrir ekki við. Þarna er Emil. Viggo reynir hérna fyrirgjöf. Það er erfitt, það er margar hvítar treyjur hérna. Ævar skópla pekkinum út. Andri Helga hérna á blálínni, sendir pökkin yfir. Það er Martin Semanek. Emil kominn hinum megin og hann fyrir mark. Andri með pökkin hérna, 2 mínútur rétt svo eftir að leiknum. Erfiða sendingar hérna á milli manna á blálínni, þannig að nú þurfa Fjölnismenn að losa út. Og þeim texta Emil, hann er með pökkin inn ennþá. Já, Viktor tekur skotið, lendir hérna og það er, þeir ná að verjast vel Esteiningar. Pökkurinn hér, gengur á milli manna, bakhanda skot hjá Viktorin. Jóhann Björgvin verð þetta. 1,5 mínúta rétt rúm eftir.
Pökkurinn hérna, baka markið. Það Emil. Filip Krasek líka. Martin Semanek kemur inn, tekur skotið, lendir í löpunum á Ævari Arngríms og út úr svæðinu. Nú þurfa Fjölnismenn að flýta sér ef það að gera eitthvað út úr þessu. 1:20 eftir. Andri Helga komið með pökkinn inna. Andri, hvað gerir Andri? Skilur pökkinn eftir hérna á kantinum. Viggo. Nýra Emil. Sendir aftur á Viggo. Viggo í erfiðri stöðu til að taka skot. Emil tekur skotið. Jóhann Björgvin ver þetta. Mínúta og túkall eftir að þriðja leikluta. Áfram eru Fjölnismenn 6 inn á enginn í marki. Mínúta og 2 sekúndur eftir. Og það skot, þröngu færi. Peter sendir pökkinn áfram á Axel. Axel snýr sig við. Hann vantaði mannin hann með honum. Kolbeinn kominn hérna inn í svæði. Sendir pökkinn langt yfir. Hann var falur. Mistir pökkinn frá sér. Peter hendir pökkinn hana. Þar Axel Orangan. Axel 1 á móti tómu markinu. Axel setur hann inn í markið. Skorar í tómt markið. Breytir stöðunni í 5-2. 37 sekúndur eftir að þriðja leikluta. Ég held að sé næsta víst örugt að segja að Eskfirðingar séu að sigla þessu í höfn. Og hér flautar Óli Þór, dómari. Líklegast var ekki búið að uppfæra klukkuna. Það er búið að gera það núna. Og hér kemur Viktor Örn með pökkinu úr uppkastinu. Hann kominn hérna. Hann missir stjórn á pekkinum. Það Haukur. Það Drew Barron. Hann heldur pekkinum áfram hérna. Reyna hérna skot á ramman. 15 sekúndur eftir. Bjarki sendir pökkinn yfir á Óla Hrafn. Löng sendi hérna yfir. Þeir ná að fría þetta. Kári og Styrmir með skot á markið. En hann Þórir Aspara varði þetta. Og hér með líkur þessum leik hér í Hestil Kalla. Með sigri SR 5 mörk gegn 2. Hörku fjörugur leikur. En næsti leikur í Hestil Kalla leikur SA og SR sem 17. febrúar. Eftir stétta 4 daga eða svo. Þannig að ég hveti ykkur til þess að fjölmenna í Skautvellinum á Akureyri og endilega fjölmenna í höllina sjálfa. Fyrirmyndar aðstæða sem Skautvellir á Akureyri komið með í Skautvellinni. Vert að kíkja á það. Annars þakka ég ykkur kærlega fyrir í kvöld. Helgi Páll Tómasson ég fór að lýsa hér atvikum í kvöld. Útsendingunni hefur verið stýrt af framleiðsluteymi Borgarholtsskóla. Takk fyrir og góða nótt.